Það var búið að tvískrifa það í þjóðskrá að ég viðurkenndi þessa afturgöngu á himnum. Bæði var ég látin játa þetta á mig svo til blautur á móður minni og svo aftur 13 vetra. Að ég viðurkenndi það að gyðingaprestar hefðu náði í Guðsagamla á himnum, í Guðsþinghá á Halsjón. Já, þeir höfðu náði í kallinn og neltan fastan á spýtur. Ég var látin játa þetta á mig svo til blautur á móður minni. Já, já. Svo þegar Guðsigjan var dauður á spýtunum, þá var hann rifinn niður af þeim. Hvað var þá gert við það? Já, það segir í ævisögunni. Þá rak einn þrjóturinn járnið gegnum bylginn á honum og þá rann úr honum blóðið og vatnið. Eftir það var honum troðið í klettahólu og þar dúsaði kallinn 3 sólarhringa. Haldið það hafi ekki verið farið að slá í kauða í 40 stiga hita þarna við Miðjarðarhafsbotnana. En þá skreitist hann á lappir, spyrti steininum úr gatinu og arkaði úr stað. Og hvert fór hann? Hann fór á vitu strákar sína, svo kallaða lærisveina sín og sagði við þá: Hafið þið nokkuð hér til matar, sagði draugurinn, eftir gangan? Jó, þeir höfðu slikki af steiktum fiski og nokkuð hunnarköku. Þetta tók afturgangan og hakkaði í sig eins og hani mannaskít. Síðan labbaði hann út og upp á hæðina og skust upp, náttúrlega með skít og öllu saman, nýbúin í þetta slikki af steiktum fiski og nokkuð hunnarköku. Þessa histúríu þarna austan úr Miðjarðarhafsbotnum, frá semítúnum, mörg 1000 ára gamla heimsku og lygi, vildi ég ekki að væri átölulaust skráð í þjóðskrána sem mín eina og helsta persónuheimild. Þetta hef ég haft hönd eins og hin sem eru svipuð þessum. Ég hengdu Guð þarna upp á löppunum og kallaði hann þessu nafni sem að enginn hefur fundið út nema ég. Helgi Hóseason, húsasmiður í Reykjavík, hefur kært biskup Íslands fyrir dómstólum. Ástæðan fyrir kærunni sú að Helgi hefur snúið baki við kristinni trú og vill að bæði skírn sín og ferming verði ógiltar. Helgi segist hafa óskað eftir því, bæði við biskup og aðra presta, að hann verði afskírður en verið neitað. Kæran sé því loka úrræði. Með henni vilja hann neyða biskup til að taka skírnina aftur. Helgi sótti málið sjálfur en því var vísað frá á þeim forsendum að lög og landsréttur ná ekki við sakarefnið. Og þess vegna tók ég hatt minn og staf og fór í dómkirkjuskriflið og náði í kjötið og blóðið af Guðsa. Því að þetta sami Guðinn, sko.
þessir þrír er sami draugurinn, hann er þríeinn Guðs ykkar, já, hann er bæði faðir, sonur og heilagur andi sem alltaf skottar nú dálítið utan við feðgana sjálfa, en hann er nú einn af þeim, hann er þríeinn Guðs ykkar. Þessa arabísku históríu vildi ég ekki hafa játað og þess vegna eyðilagði ég hana á formlegan hátt í margra tugavotta viðurvist og heimtaði að sú eyðilegging yrði skráð í þjóðskrá. Var að ferma börn. Ég fekk slátur Guðs úr berum lúkunum á Jóni í Klárki og fór með blóðstampinn og kjötstykkið fram á upphækkaða pallsköruna og sýndi viðstöddum vitnum í kirkjunni hvort tveggja. Ég tók úr vasa mínu sortpokk úr glæru plasti, merktan sem slíkan, tók opið sundur og lét kjötið af arabanum falla í hann. Þar á ofan demdi ég dreyrarn úr stampinnum. Til þess að aldagamall óþverinn ekki seitlað út úr sortpokkanum, tók ég opið á honum saman og knytti kyrfilega fyrir með sterkum spottaenda. Áheyrandar mínir, þið eru vottar þess að ég, Helgi Hósagason, kasta kjöti og blóði Jesú í þennan belg sem merktur er sorg. Til staðfestingar því að ég ónýti hér með skírnarsáttmála þann sem gerður var fyrir mína hönd ræfabarns og ég vélaður til að játa á mig 13 ára við þá Jehóva, Jesú og heilagan anda, alla til heimilis og himnum og nú hér stadda. Ég laus allra skuldbindinga við þá og mótmæli þeim mannhatursu sjónarmiðum sem uppistaða þess endimis Kristins dóms. Takk fyrir. Með þessu taldi ég mig ónýta skírnarsáttmálann og að því loknum að þessari yfirlýsingu lokinni fór ég út úr kirkjuskrifslinu á fund Klemensar Tryggvasonar sem var hagstofustjóri þá og réði þjóðskrá og bað hann að skrá ónýtinguna í þjóðskrána. Klemens sagði að það verði ekki hægt vegna þess að það vantaði form til þess. Ég sagði við hann að formin væri nú búin til, hvort hann vildi bara ekki búa til form, svoleiðis að hægt væri að skráða til þjóðskrá, að ég veri búin að ónýta viðurkenningu mín á himnadraugnum. Nei, hann neitaði að gera það. Þarna þetta á að tákna þennan þríeina, þennan eina Guð sem til er. Hann er nafni vinnanna heilagrandi, hann heitir Helgi eins og ég, hann er helgur, eins og ég. Helgi Hóseason er kominn með mál sitt fyrir dómstóla í annað sinn. Í þetta skipti hefur hann kært fjármálaráðherra sem æðsta yfirmann Hagstofu Íslands. Eins og kunnugt afskýrði Helgi sig í dómkirkjunni árið 1966 og nú fer hann fram á að ráðherrann láti skrá afskýrnina á formlegan hátt í þjóðskrá en því hefur Hagstofan neitað hingað til. Helgi telur þetta skipta sig miklu vegna þess að í þjóðskráni sé skýrt sín skráð og þar eigi afskýrnin einnig að koma fram. Eins og í máli Helga gegn biskupi árið 1964 var kröfunni vísað frá með þeim rökum að lög og landsréttur næði ekki til efnisins.
Ég gekk lengi milli Heródes og Pílatus biðjandi þess að þessi stjálafölsunum þjóðskrá verið leiðrétt. En áður en ég hófst handa við að mótmæla af meira krafti þá sendi ég ríkisvaldinu viðvörun og þessa viðvörun sendi ég ríkisvaldinu í mars 1969. Yfirlýsing, viðvörun til landsfæra. Hin opinbera persónuheimild mín í þjóðskránni vísvitandi fölsuð af íslenska ríkisvaldinu, þar sem það lýgur mig játanda Jehóva, Jesú og Herrasanda til heimilis og himnum. Meðan svo standa sakir mun ég mótmæla á ábyrgð þess. Þetta tilkynnist hér með Helgi Hóseasson. Lögregluvörður hefur verið við allar kirkjudyr í Reykjavík nú páskaháttíðina. Viðbúnaðurinn til að meina ákveðnum manni aðgangið að kirkjum en hann hefur ítrekað reynt að trufla guðsþjónustur undanfarið. Eins og sagt var frá í fréttum fyrir nokkru greip maðurinn fram í predikun sem séra Árelíus Níelsson flutti í Langholtskirkju á skírdag en messunni var útvarpað. Eftir að maðurinn var leiddur út úr kirkjunni hóf hann að hringja klukkonum. Fyrir utan kirkjuna dreifða miðum meðal fólks en á miðunum stóð: Mikið Jósef mátti smíða, María var heitin rekk, Jehóvi með jarlinn stríða, Jesú undir komið hékk. Með þeim aldna himnaherr, helga stjórnvöld smána, hæsta réttar rakkarnær rífa stjórnarskrána. Helgi Hóseasson sem gerði usla við guðstjónustur fyrir mánuðinum hefur fært sig set og tekið sér stöðu við Hæstarétt með mótmælaspjöld. Lögreglan hefur haft í nóga að snúast við að fjarlægja manninn því ítrekað hafa borist kvartanir að áletrænir og spjöldunum þyki of svívirðilegar. Það kom í ljós að ekki var trúfrelsi í landinu og ekki frelsi til opinberra mótmæla. Ég skrifa ykkur ráðherrum öllum samhljóða bréf og krefst að þið tryggið mér viðurkenningu ríkisvaldsins á sjálfsákvörðunarrétti mínum og ónýtingu minni á skírnarsáttmála mínum með skráningu hennar í kirkjubók og þjóðskrá ásamt ómerkingu falsdóma Hæstaréttar. Ég vænti svars þíns fyrir næstu þingsetningum. Nái ég ekki brautargengi til jafns við aðra mun ég enn mótmæla ofsókn ríkisvaldsins og á ábyrgð þess. 11. október 1971. Helgi Hóseasson. En nú var svo komið að ég fekk engu áorkað hjá ríkisvaldinu og ákvað að láta nú í framhaldinu lög frumskógarins ráða. Löggjafarþingið var sett í dag. Að venju var gengið frá Alþingishúsinu til Dómkirkjunnar skömmu fyrir klukkan 13:30. Fremstir fóru þar forseti Íslands, doktor Kristján Eldjárn og herra Sigurbjörn Einarsson biskup, þá forsetafrú Halldóra Eldjárn og séra Guðmundur Þorsteinsson, en hjá honum hlýddu ráðherrar, alþingismenn og sendimenn erlendra ríkja messu áður en þingsetningarathöfnin hófst í Alþingishúsinu.
Og ég var við vinnu mína, kom til vinnu minnar þennan dag sem ég sletti stýrinum. En svo bara simplaði ég mig út úr vinnu minni og keypti stýr hérna í Rangá og hrærði það út í blikkurskjólu. Ég fór með skjóluna og þessa gúmmísjöllum í strætisvagni niður á Austurvöll þetta leyti nokkru áður en að þingsetendur komu úr kirkjuskriflinu frá því að hlusta á guðsorðið hjá prestinum. Nú svo sá ég framan í þetta fólk þegar þeir birtust þarna við hornið á kirkjuskriflinu þá tók ég tuskun ofan af skjólinni og hljóp á móts við fylkinguna hindrunarlaust. Það elti mig enginn. Mér heppnaðist furðanlega vel að alltaf því tæma skjóluna. Þá varð ég var við það að einn þræll stökk upp á hrygginn á mér, hann fór aftan að mér, ekki vantaði nú. Hann hljóp upp á hrygginn á mér og þá hendi ég skjólunni og hitti einn þingsettan með henni með dreddjónum í. Áður en lögreglumönnunum gafst ráðrúm til að handsama manninn hafði hann náð að útata föt margra alþingismanna og ráðherra, auk þeirra sem fremstir gengu og áðan gat. Dróst nokkuð að þingsetningarathöfnin hæfist á meðan þeir sem verst urðu úti voru að hreinsa föt sín. Og þá tók þrælarnir mig og báru mig hand og fóthjálpnaðan inn á Hótelborg. Þar var ég geymdur stundarsakir. Og síðan drógu þeir mig út í bíl og settu mig í gamla tukthúsið við Skólavörðustíg og vistuðu mig þar í fangaklefa sem að mér sagður að sé sá rammgjörfasti sem að til sé á Íslandi. Í sal sameinaðs þings las forseti Íslands síðan upp forsetabréf samkomudag Alþingis. Ég veit að þeir voru að reyna að koma inn hjá mér minnumáttarkennd með því að setja mig á klepp. Þeir heldu það að ég tæki það eins og einhverja skömm þó að ég veri settur til athugunar sálarrannsóknar og klepp. Helgi kveðst ekki setja sig upp á móti geðrannsókn hér á spítalanum. Hann lætur þessi jafnframt getið að sér finnist full ástæða til að þeir aðilar sem standa bak við aðfærir að sér nú, sem og oft áður, yrðu látnir undirgangast geðrannsókn líka. Helgi kvaðst hafi verið tekinn sennilega bil 16 sinnum og síðastlinnum 8 árum af löggæslumönnum þjóðarinnar og látinn sæta varðhaldi. Hann segir staðráðinn í því að fasta algjörlega svo lengi sem frelsi hans í heft. Eiginkona Helga látlaus, þægileg í framkomu, glétræg, orðvör og vill sem minnst láta hafa eftir sér.
Hún segir Helga aldrei hafi verið ofsafengin eða erfiðan að nokkurn máta á heimilinu. Hann hafi reynst góður heimilisfaðir og sambúð þeirra hjóna árekstrarlaus. Hún segir Helga ekki hafa reynt að sveigja skoðanir hennar í sama farveg og að hann hafi látið það í ljós að hver einstaklingur í sínu nánasta umhverfi ætti fullan rétt á að halda sinni trú. Álit mitt að Helgi sé allvel gefinn að eðlisfari, en vegna geðrænna truflana nýtist greind hans ekki að fullu. Vegna skapgerðar hans hefur tregða yfirvalda á að verða við óvenjulegum óskum hans í sambandi við laust frá skírn og fermingu orðið til þess að fastmóta óraunhæft hugmyndakerfi að yfirvöld vinni markvisst og miskunnarlaust gegn því að njóti sinna að eigin áliti skýlausu réttinda sem frjáls og óháður einstaklingur. Engin þingsetanna og ekki biskupur og prestur og forseti ekki kærðu fyrir mig fyrir það að skvætta skýrun á þá. Menn hafi verið kærðir fyrir minni tiltektir heldur en svoleiðis. Klemens Tryggvason hagstofustjóri sem áður hafði neitað Helga Hóseasyni að skrá afskírn hans í þjóðskrá heimsótti Helga á Kleppsspítala í dag. Þar bauð Klemens Helga fyrir hönd hagstofunar að yfirlýsing þess efnis að Helgi hafi afskýrt sig í Dómkirkjunni árið 1966 verði færð inn í þjóðskrá. Aðspurður sagðist Helgi mátulega ánægður með þennan sigur. Hann eigi eftir að sjá að yfirvöld standi við samninginn í verki. Helgi Hóseason var ekki fyrr laus af Kleppsspítala en hann sást í miðbæ Reykjavíkur þar sem hann bauð vegfarendum geðskýrsluna til sölu gegn vægu verði. Ég náði henni frá geðveikra læknum mínum á Kleppi með því að stela henni frá þeim og svo fjölritaði ég geðskýrsluna og seldi smávegis af henni. Ég hef gefið hann líka. Þjófar á þingi stóð í leiðara dagblaðsins og það var lagt út af þessum orðum að ríkisvaldið eða þingsetarnir væru þjófar á þingi. Hátíðahöld í tilefni 17. júní fóru fram í dag og fólk fagnaði deginum í veðurblíðu land allt, en í Reykjavík bar það til tíðinda að maður nokkur sletti tjörublöndu á veggi stjórnarráðshússins. Þar var að verki Helgi Hóseason sem hafði tekist að ata út framhlið og norðurgafl hússins áður en lögreglan handsamaði hann. Ég ét ekki úldið hrossakjöt var svar Helga til lögreglumannana sem fluttu hann á lögreglustöðina þar sem hann var dæmdur í 30 daga gæsluvarðhald. Helgi segist hafa gripið til þessara aðgerða vegna þess að ítrekkaðar tilraunir hans til að fá alþingismenn, lögfræðinga og dómara til að sinna baráttumáli sínu hafi ekki borið árangur. Í gær var sá hörmulegi atburður í Derry á Norður-Írlandi að breskir hermenn skutu 13 katólíka til bana og særðu 16. Atvikið vildi þannig til að mannréttindasamtök hafði að engu bann hersins við fjöldagöngum og útifundum, en þegar herinn stöðvaði göngumenn kom til átaka með fyrrgreindum afleiðingum. Þetta táknar Írland og þetta hef ég borið til stuðnings Írum út af því að Bretarnir stela Írlandi. Okkar frændur Íra eflum til að stýra eins og endist geta undan kúgun Breta.
Þessi orð úr bréfi til vinar míns eftir Guðmundur Sandi. Hann talar níðinginn sem búa bítur. Það á hann við engla eða Breta. Guðmundur Sandi segir í kvæðinu bréf til vinar míns: níðinginn sem búa bítur, búta lið til heljar sveltir, hundingjan sem hausi veltir hvar sem bráð á jörðu lítur. Viltu heldur þrælnum þjóna þeim sem hefur gull í lendum, heldur en kára klæðabrendum, kónginum við öskustóna. Já. Þorskastríð hefur brotist út á miðunum. Bresk herskip fylgja nú togurum á Íslandsmið til að verja þau ágangi landhelgisgæslunnar. Í landi safnast þúsundir Íslandinga saman til að halda uppi kröfunum 50 mílna landhelgi og þrýsta á íslensku ráðamennina að gefa ekkert eftir í samningaviðræðunum við Breta. Þetta bjó ég til fyrir mörgum árum þegar að tala var 50 mílna landhelgina og allt á langan vinnudag. Við Davíð frá Faraskógi byrjum vísurnar okkar stundum svipað. Hann segir: brennið þið vitar yfir Svartasanda, en ég segi: brennið þið kirkjur ofan í Svartasanda, saman við mold og leir á klöppunum. Landsfeðra Guðs á Hórdólk, helgananda, hengiði krosslaf upp á löppunum. Þetta bjó ég til eftir að kirkjuskriflið fuðraði á Eimdölum. Þetta ekkert mjög ólíkt kirkjuskriflinu á Eimdölum sem að var látið brenna fyrir nokkrum árum. Gott kvöld. Klukkan 3 í gærdag kviknaði í eldri kirkjunni í Heydölum í Breiðdalshreppi og brann hún til kaldra kola á skammri stundu. Kirkjan var tæplega 130 ára gömul og hafði ekki verið í notkun nokkurra ára skeið. Grunur leikur á að íkveikju hafi verið að ræða þar sem rafmagn var ekki tengt við kirkjuna. Lögreglan handtók í gær Helga Hóseason húsasmið en hann var við byggingarvinnu á prestssetrinu. Árið 1920 var Helgi skírður í kirkjunni sem nú brunnin, en eins og kunnugt hefur hann mótmælt þeirri vígslu með ýmsum hætti undanfarna 2 áratugi. En það á allra vitorði að ég var einn á kirkjustaðnum, þannig í Breiðdalnum. Það rétt að geta þess að kirkjustaðurinn heitir Eimdalir síðan að kirkjuskriflu brann. Það eimir alltaf eftir af helvítis sterkjunu úr kirkjuskriflinu. Ég var einn þar heima þegar gat hafði farið að rjúka úr kirkjuskriflinu. Klárks hjúin voru nýekinn burtu af staðnum, en það bara engin sönnun fyrir því að ég hafi kveikt í kirkjuskriflinu. Þó ég væri þarna einn þegar gat hafði farið að rjúka úr því. Klárks hjúin, þau gátu gert það sjálf. Þau gátu hafa skilið kerti eftir svona undir súðinni með eldi á. Þau gátu það. Og svo gátu bara himnadraugarnir gert þetta. Það eru dæmi það í ævisögu draugana, biblíunni, að þeir brenndu 2 borgir, kveikt í 2 borgum og drápu þar mann og mús og eyðilögðu alla hluti. Þessir himnadraugar. Já, þeir brenndu Sódóm og Gómorru. Þeim hefðu nú ekki orðið mikið fyrir því að senda neista í Eimdali kirkjuskriflið til að brenna hana þegar þeir gátu brennt 2 borgir eins og frásögnin í ævisögu draugana. Nei, þetta hefur ekkert verið athugað. Ég hef ekki neitt henni nú, ekki játað neitt. Af þeirri rökstuð ástæðu það hefur ekkert réttarhald verið haldið
Ég er ekkert að játa það fyrir þér eða neita því. Mér varðar ekkert skvaldur fólks þetta. Ég er hiss á því og er líklega einn það. Ég er hiss á því að ekki skuli vera réttarhald út á svona glæpaverk. Af hverju ætli það sé? Af hverju ætli það sé að ég hef hreint sakarvortað eftir alla þessi glæpaverk og möguleika á því að hafa brennt kirkjuskriðli. Bankastarfsmaður á Stöðvarfirði fékk undarlega sendingu í gær þegar honum barst launaávísun sem Helgi Hóseason fékk fyrir vinnu sína í Heydölum. Þegar bankastarfsmaðurinn tók ávísununa úr umslaginu kom í ljós að kross hafði verið brenndur í brotinu. Í þessum potti síð ég hafragrautinn. Litla sleikjó hverjum degi að morgundags. Þetta síð ég henni morgundags. Hér er smjör. Þetta étur Jóhanna oftast nær ekki allt. Ekki má gleyma berjadallinum. Jóhanna þolir lítinn hit á mjólkina. Þetta er hólega volgt orðið handa henni. Þetta er hólega volgt handa henni núna. Viltu rísa upp aðeins þess að fá þér volgansopa, Við Jóhanna hittumst í mötuneyti háskólastúdenta. Hún var þar starfandi í mötuneytinu og ég stundaði háskóla át tvö ár. Þar hittumst við og lendum saman og
Eftir það fórum við að hugsa að byggja okkur bæ. Sem við gerðum hér í Skiprasundi 48. Hér kemur fiskbolla með smjöri, svífandi. Kyngdu þessum, það ætti að vera að jafla á þessu. Þetta allt sundur tryggið að mér fyrirfram. Já, þetta ekki teitt út með seldinni. Kyngdu með vatninu, kyngdu nú með vatninu. Jóhanna hefur alltaf verið heldur heilsuveil. Hún hefur verið magarsjúklingur frá 16 ára aldri. Þá var hún skorin magaskurð og neðra magaopið flutt til og síðan hefur Jóhanna alltaf haft óþægindi og tilfinningu þegar hún hefur étið. Það sér ekki högg á vatnið þó. Það er smakki. Það er luttbröð. Krosslafur almáttugur. Allt frá honum komið, stendur skrifað í ævisögunni. Allt frá honum komið, hvað sem þú hefur ekki þegið. Ég spyr nú samt, hver skapaði sýkla? Svari kristlingarnir. Eitt rekur sig á annars horn eins og graðpenning hendurvorn, segir séra Jón og Bægisá. Almáttugur, algóður og alvitur. Einn Guð, en samt þrír. Og allt frá honum komið. Hvað það sem þú hefur ekki þegið? Sko, það svínar ég að fara svona við tré. Það er ljótastandi í skólaus og landi, það skulle vera leikið sér að því að eyðileggja tré sem eru komin þetta á leið með að vaksa. Það er ljótastandið.
þrælarnir hafa stólið mörgum spjöldum af mér. Líklega upp undir 20 spjöldum, en nær 20 heldur en 10. Ég hef nú ekki tölu á því, en þeir hafa stólið mörgum spjöldum af mér. Hrifsað þau af mér með ofbeldi. Þú veist hvað þrælar eru það ekki? Það eru svo kallaði lögregluþjónar. Ég kalla þá þræla vegna þess að íslenskir hefnarstúdentar kölluðu dönsku lögregluþjónana þræla og kalla þá þræla. Rétt að mér vill herja. Það er mikilvægt. Það þurfa að hengja það upp á lappana sem bara á það klappa mér. Þeir eru búin að stela mörgum spjöldum að mér. Ég hef ekki mátt verið í námunda við til dæmis kirkjuskrifli þegar prestur hefur verið að lesa yfir kunningjum mínum og vinum, þá hef ég verið með mótmælaspjald mitt álengdar lengst fyrir utan kirkjuskrifli og þá hafa þrælarnir komið og hrækja mig það inn í burtu. Þetta eru heimsingjar og leitingjar, þessi þrælar. Ég varð að kæra fyrir samfélaginu glæpaverk ríkisvaldsins á mér, þar sem mér tókst ekki að fá lögfræðinga eða dómara eða ráðherra eða þingsetta til að taka mig til greina. Þess vegna hóf ég mótmæli mín með spjöldum og kærði glæpaverk ríkisvaldsins á mér fyrir samfélaginu með spjöldunum. Hamlet Osman heitir breskur rithöfundur og hann hefur sýnt fram á það að gyðingarnir drápu Guð með því að hengja þrjótinn, með því að hengja. Hann segir frá því minnst að kosti einni bók sinni, þessi Osman, og þess vegna hef ég hérna hengingarólina til hliðar hér á þessu spjaldi. Krosslafur blæti Ríós, það er það sem er tilbeðið eða blótað, og ríkisvald íslenskra óþokka. Smollin kríaði mömmu sína. Já, smollin kríaði mömmu sína. Já, þetta stendur skrifað. Já. Nú. Þegar ég var 12-14 vetra þá þvoði ég þvottana með mömmu og hún sýndi mér
hvernig ætti að nutta þannig að óhreinindin færu í svættið í vatnið. Ég hélt nú fyrst til að byrja með í sveitinni að ég verið framsóknar íhaldsmaður. Ég hélt að það veri einhver fremd að vera framsóknar íhaldsmaður en ekki sjálfstæðis íhaldsmaður. En eftir að ég fór að hugsa stjórnmál, eftir að ég komst á 30 aldurinn, að þá gerði ég mér grein fyrir því að það ekki umtalsverður munur á framsóknar íhaldi og sjálfstæðis íhaldi og alþýðuflokks íhaldi. Það sama afstæðan til dæmis til trúmála. Þetta fólk viðurkennir það að úldið arabakjöt og gangi aftur og skjótust upp í lofti með skítu öllu saman, nýbúið að geta stytti á steiktum fiski og nokkuð hönnuskökkum. Þetta viðurkennir þetta fólk. Nú ætla ég að þjótinn og ná í heitt vatnið. Og mér sagt að 97 af 100 Íslendingar viðurkenni þessi helvítis ósköp að þessi himnadraugur sé fyrir hendi. 97 af 100 Íslendingar láta þennan himnadraug vera viðstaddan þegar barn er hreinsað af erfðasyndinni. Þá hann kallaður til. Himnadraugurinn kallaður til þegar að barnið logið til þess að játa þetta vitleysa á sig 13 ára gamalt. Himnadraugurinn kallaður til þegar að þetta sama barn komið á tilheipingaldurinn og giftir sig. Þá Guðsi gamli látinn sitjur stýra. Nú, og svo þegar þetta sama barn tekur upp á því að deyja, þá sálið, og hvað sem það nú, falið þessum sama Guðs á hendur til að geyma sálina í himnaríkinu. Í himnaríkinu sem að enginn veit hvar nema ég og Grímur Thomsen. Grímur Thomsen segir í kvæðinu Stjarnan í ljóðabók sinni að himnar sé á Halsíón. Halsíón stærsta sérstjarnan. Þar himnafjölskyldan. María gamla og Helgi og Gabriel og Mikael og fleira fólk.
ágúst árið 1945 vörpuðu Bandaríkjamenn kjarnorkusprengju á Hiroshima í Japan. 140.000 manns létust í sprengingunni og borgin nær þurrkaðist út. Annarri kjarnorkusprengju var varpað á Nagasaki 3 dögum síðar og hún varð 70.000 manns að bana. Alls létust því meira en 200.000 manns í sprengingunum. Með 2 steina í pokanum og nokkur eintök af Jesúrýmum. Ríó ríkisvald íslenskra óþokka og ASÍ Alþýðusamband Íslands. Ríkisvald íslenskra óþokka gerir Íslendinga og þar með mig sekan glæpaverk Bandaríkjastjórnar fyrr og síðar og Alþýðusamband Íslands, það gerir það til þess að mótmæla þessu glæpaverki ríkisvaldsins. Ég bjó þetta skilti til og ber það ekki síst fyrir mína persónu. Ríkisvaldi gerir mig sekan, siðferðislega, og ég kasta ekki sprengjunum, að þá gerir ríkisvaldi mig siðferðislega sekan glæpaverk vígsnauta okkar Íslendinga í Hiroshima og Nagasaki og víðar á jörð. Ég datt í útitröppunum heima hjá mér. Ég var að moka snjó úr tröppunum og var komin niður fyrir miðjar tröppur. Þá bara steyptist ég á hausinn og gat þá ekki risið upp eins og Krosslaugur gerði þá á sínum tíma. Og þá fór ég að líta í kringum mig að sjá hvort að ég gæti náði í hjálp neina, en það var engan mann að sjá á götunni. Þá bar þar að blaðsölustúlku og ég bað hann að skreppa í húsið númer 46 sem næsta hús við 48 og biðja hjálp. Þá ég ekki heldur að biðja lögregluna, sagði hún. Ég sagði að hún ætti líklega við þrælana, því lögreglur þjónar hétu þrælar og væru þrælar og ég hef ekkert með þá að gera í þessu sambandi. Jóhannu félaga minn hefur alltaf líkað illa að ég hafi haft segg. Hún kynntist mér á ungum aldri segglausum og virtist halda sig við það að kunna best við mig segglausan. Þess vegna hef ég klippt skeggið af mér yfirleitt og þess vegna klippti ég það núna. Ég veit ekki hvað það var, kalla það. En ég hef hrapað niður. En ég hef hrapað niður síðan hún dó.
hún datt á gólf. Íseilingar fjarlægði mig. Þar datt hún niður. En það var 1. mars og ég fór til og vildi reisa hann upp. En hún hjálpaði lítið til við það. En þó kom ég henni með hennar með lítill aðstoð hennar upp í rúmis. Hún lá í rúminu og tungan lafði út úr henni furðulega langt. Ég hef aldrei séð annað eins. Hún var ótrúlega löng og máttlaus tungan og svoleiðis lá Jóhanna áður hún dó. Ég get ekki bætt neitt fyrir mín afglöp. Og engu breytt gagnvart okkar, gagnvart skiptum okkar Jóhannu, þó að þau gengju oftast nær. Þolanlega þá var ég henni aldrei nógu góður. Og það fylgir mér til æviloka. Og ég vil bara komast til Sameinuðu þjóðanna sem fyrst. Hann á himnum, þegar það spyrir næði hvar himnar eru. Ég, Helgi Hóseason, fór í Dómkirkjuna í Reykjavík 16. október 1966 og lýsti því þar yfir á meðan messu stóð að ég veri leystur frá skírnarsáttmálanum og frá staðfestingu hans á fermingunni. Ég tel að með þessu hafi aðstaða mín orðið hins sama og aðstaða þeirra sem óskýrðir og ófermdir. 13. október 1972. Ég fæ ekki séð að þetta hafi neina þýðingu fyrir mig. Þetta stendur ekki í þjóðskránni þó það standa á þessu blaði. Þarna stendur og það er ég sem að segja þetta en ekki. Þetta er ekki viðurkenndur frá þjóðskránni. Ég hengi þetta heldur en ekki neitt.
Fjölmennar hersveitir Bandaríkjamanna og Breta nálgast Bagdad. Hart hefur verið barist á nokkrum stöðum í Írak í dag. Loftárásum Bandaríkjamanna og Breta beint gegn almenningi í Írak, segir einn ráðherra Saddams. Sprengjur féllu á íbúðahverfi í Bagdad í nótt. Þetta skilti gerði ég vegna þess að íslenska ríkisvaldið gerði mig og alla aðra Íslendinga seka glæpaverk bandeittaríkjastjórnar í Írak. Þetta þarf nú allar skýringa viðurrendar, en Busi, það forseti Bandaríkjanna, og Dóri utanríkisráðherri Íslendinga og Davíð forsætisráðherri. Þessir þrír óþokkar hafa gert mig sekan morð á þúsundum Írakar eins og alla aðra Íslendinga.